Við höfum áður fjallað félagi sem hefur það skemmtilega nafn Alda, lýðræðisfélagið Alda, og hérna eru komnir tveir félagar í Öldunni. Það eru Kristinn Már Ársælsson og Íris Ellenberger. Það er náttúrulega stjórnlagaráð að funda núna og hefur nú frekar nauman tíma, en þið eruð áhugafólk stjórnarskrá meðal annars og hafið svona verið í einhvers konar samtali við stjórnlagaráðið og verið að leggja fram tillögur ykkar sem eru mjög áhugaverðar, og svona rétt að skoða þetta hvað þið hafið til mánulega leggja. Bara fyrst svona aðeins félagið, hvað þið eruð að gera? Já, þetta er ungt félag, það var stofnað í nóvember bara síðasta ári, og svona takmarkið er svona í stuttu máli að vinna að auknu lýðræði á sviði stjórnmála og efnahagslífs, og það eru 3 málefnahópar innan félagsins sem að vinna að þessum markmiðum, og það eru allir fundir opnir, líka stjórnarfundir, þannig að það eru margir sem hafa komið að þessari vinnu. Og einn hópurinn fjallar lýðræði á sviði stjórnmálana og mótaði tillögur þessar til stjórnlagaþing sem að síðan eru tillögur til stjórnlagaráðs. Og þetta eru 12 tillögur og ólíkum málefni, til dæmis leggjum við til að takmarka vald forsetans mjög mikið, að breyta kosningalögum talsvert, að auka gagnsæi, leggjum til breytingar og vali á dómurum og ráðherrum. En við byggjum þessar tillögur á raunverulegum svona fordæmum víða úr heiminum. Til dæmis frá Porto Alegre sem í Brasilíu, þar sem þetta er milljóna samfélag þar sem að almenningur tekur þátt í ákvörðun á fjárlögum hvers árs, og það eru 50.000 manns sem að taka þátt í fjárlagagerðinni, og með góðum árangri. Það hefur komið í ljós að það er miklu betri dreifing á penningunum, penningarnir færst frá ríka fólkinu til fátækari, og spilling hefur minnkað, menn þess að ferlið er gjörsamlega opið. Það er eitthvað sem Alda leggur mikla áherslu á líka, þú getur farið og séð hvaða ákvörðunir voru teknar af hverjum og í umboði hvers. Og maður nefna dæmi frá Bresku Kólumbíu, þar sem að það var slembivalið þing með eitthvað rúmlega 100 fulltrúum, sem þeim var fengið það hlutverk að ákvarða eða komið tillögur að nýri kosningalöggjöf fyrir þetta fylki, og það var síðan lagt í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þannig að þið eru að skoða fordæmi hér og þar? Nota það í tillögurnar okkar. Já, það er gagnlegt. Við leggjum mjög mikið upp úr því að vera ekki að koma með enn eina svona, hugmyndafræðilegu útópíuna, heldur einmitt að reyna að byggja þetta á einhverju sem hefur virkað annars staðar. Og mér eins og í Porto Alegre, það er 20 ára gamalt fyrirbæri sem gengur bara mjög fínt, Og við byggjum, ef við tökum til dæmis tillögur okkar varðandi Alþingi og það allt saman, nú hefur náttúrulega lítið traust á Alþingi þessi misserinn, og það er svo sem verið út öll Vesturlönd að hafa verið að tala að þessi svolítið þetta fulltrúalýðræði sem við höfum verið með, þetta elítu fulltrúalýðræði, það sem Íslandi bara kallað flokksræði svolítið, að það er undir högg að sækja og það þurfi einhvern veginn að stokka það svolítið upp, og við teljum það mjög mikilvægt, og í því sambandi er oft hort til þess að þurfi einhvern veginn að breyta val á fulltrúum. Það er náttúrulega mikið verið umræðan hér persónukjör, að bæta því við tökum svo sem undir það að það er bæta því við, og þá bæði að einstaklingi geti boðið sig fram og líka að velja á milli lista. Þetta var nú reyndar komið umræðana fyrir hrun, en við tökum undir það. En við viljum síðan bæta líka við að inn á þing komir hreinlega bara slembivalsfulltrúar eins og var gert í Bresku Kólumbíu þar, að fá bara úr þjóðskrá, almenning sem hluta af þingmönnum, og leggjum bara til að 1/3 verði sem þessir bara slembival, bara eins og haftarétti? Já, bara eins og var í Grikklandi til forna, þar var slembivalið inn og bara lýðræði hófst þannig, og fá það bara beina fulltrú, og eina ástæðan svo að rannsóknir hafa til mig sýnt að það sem að slembivalsfulltrú koma til, að þeir eru líklegri til þess að horfa svona til hagsmuna heildarinnar og fara og sækja sitt umboð beint til almennings, fara að hlusta meira á, meðan að rannsóknir sýna náttúrulega með flokkana, þeir sækja sitt umboð í hugmyndafræði og stefnu og svona sitt bakland, og það er svona þessi munur, og persónukjörnir þingmennu kannski einhvers staðar þarna á milli, og við teljum bara mjög mikilvægt að opna þetta meira og hleypa almenningi með þessum hætti beint að, en við erum náttúrulega með fleiri tillögur að því að koma almenningi bara beint inn í ferli og svona þátttökuferli, en við teljum að þarna sé möguleiki á því að breyta dýnamíkin í þinginu og svona hleypa. En þetta er merkileg vegna þess að menn horfa á þessa krísu fulltrúalýðræðisins,
En svo virðast menn ekki hafa neina aðra hugmynd til þess að brjóta það upp en bara eilífar þjóðaratkvæðagreiðslur. Og einhvern veginn þarf að samþætta þetta. Og mjög mikilvægt að koma inn á þetta. Við erum náttúrulega fylgjandi því að þjóðaratkvæðagreiðslur verði hluti af kerfinu og þær eru mikilvægar sem slíkar. En rannsóknir sýna þær eru frekar svona veik lýðræðisvæðing því leiðin til að þjóðaratkvæðagreiðslur eru yfirleitt að fjalla mál sem að fulltrúarnir hafa þegar ákveðið og að fjalla Þannig að þetta eru yfirleitt þjóðaratkvæðagreiðslur koma ekki til þess að breyta kerfum mjög róttækt. Og þau lönd sem að nota mikið þjóðaratkvæðagreiðslu eru mjög svipuð og önnur ríki og þjóðaratkvæðagreiðslur sem slíkar ekki að skila breytum. Þannig að við leggjum til að við sem að færa og hluta ástæðunum svo völdin hafa þjappað svo mikið saman. Það hluta vanda fulltrúalýðræðisins að þessi stjórnmálaflokkar eru í miklum tengslu við hagsmuna aðila og þess háttar og völdin hafa þjappað saman að fá einstaklega innan flokkana og þetta eru verið að brjóta upp með því að bæta inn þannig persónukjörnum og slemmbálsfulltrúum en svo líka eins og að færa ákvarðanir til dæmis í borgarþing bara með beinum hætti. Já, borgarþing, hvað er það? Það er, stjórnlaga þing var að vissuleyti borgarþing og líka þjóðfundurinn, það er dæmi borgarþing. Þar sem að almenningur kemur saman annarkvort kosinn, þá persónukjöri eða með öðrum leiðum, eða þá bara hreinlega slembivalinn og kemur til þess að taka í rauninni ákvarðanir fyrir hönd ríkisins og við tölum mjög mikilvægt að núna í stjórnarskráni að þá sé veitt heimild til þess að ríkisvaldið framselji hluta af sínum völdum til borgarþinga og til almennings með beinum hætti þess að þeir geta þá tekið beinar ákvarðanir varðandi ríkismálin og eða þá að það er þá síðan fært í þjóðaratkvæðagreiðslu þegar borgarþingi hefur lokið sínum störfum. Og er þetta eitthvað sem sko, maður væri þá starfandi samhliða kjörnu alþingi eða hvað? Já, að þá maður geti séð fyrir sér til dæmis að alþingi gæti bara svona tekið einhver afmörkuð mál og fært það í borgarþing og þá kannski getum við séð fyrir okkur ekki bara stjórnlagaþing sem er ein samkunda heldur miklu stærra ferli í kannski svona sérlega mikilvægum málum sem að krefast mikil samráðs að er hægt að hafa svona smærri þing út allt land Borgarþing kvótamálið eða til dæmis uppbyggingu ferðaþjónustunnar þannig mikið samráð, viðtækt samráð við fólk allstaðar á landinu við alla hagsmunaaðila sem að síðan myndi þá kannski kjósa fulltrúa í stærri samkundu sem myndi taka ákvörðun málið eða móta tillögur sem síðan færu í þjóðaratkvæðagreiðslu. Og er eitthvað fordæmi fyrir þessu eða? Já, Portúgaleikur. Portúgaleikur, já. Er svona dæmi svoleiðis ferlir út allan heim, Frakklandi, Þýskalandi, Svíþjóð hafa verið haldið svoleiðis. En við erum náttúrulega þessi dæmi að hafa svona samráðsfundi. Það er gert á sveitarstjórnarstigi út allan heim, en það sem við erum að leggja til að það séu ákvarðanir farðar beint til almennings. Það sé ekki lengur alltaf einhvern veginn fulltrúarnir sem eru kjörnir og flokkarnir spyrja álits, fá okkur tilbaka og síðan týnist og svo framvegis heldur sem bara ákvarðanir fara út og líka bara búa til þessi umræðu ferli. Við erum alltaf að kalla eftir meiri umræðu og svo framvegis en við erum aldrei til í einhvern veginn að færa ákvarðanir svona meira til fólksins. Stjórnmálamönnum er alltaf mjög illa við það í raun og veru og alveg einhvern veginn, træða þar. En hvað með þjóðaratkvæðagreiðslu? Hvernig sjáu þið þær fyrir okkur? Við bara sjáum það fyrir okkur að þessi málskotsréttur, hann sem náttúrulega færður til þjóðarinnar frekar, að þessi hlutfall þjóðarinnar, við teljum að 8% væri skynsamleg tala. 8% þjóðarinnar geti kallað fram þjóðaratkvæðagreiðslu. Mér skilst að þeim sem hafa skoðað það vel að þar sem eru hærri mörk en 15% að þá verði bara mjög lítið þjóðaratkvæðagreiðslur. Mörg lönd eru með ennþá minna, alveg í 2% skilst mér. Við geta að kalla það fram, þannig við lögum þannig til 8% og við leggjum líka reynda til að almenningur getur lagt fram frumvarp á alþingi með sömu leið, 8% skrifa sig á bakvið frumvarp, þá fari það fyrir þingið. Þannig að það er svona, annar vinkill á þessu með þjóðaratkvæðagreiðslurnar. En svona bara fyrst og fremst með þetta gera það er svona virkari hlut af kerfinu, einnig að þriðjungur þingmanna geti þá kallað fram þjóðaratkvæðagreiðslu, þannig að þurfi þessi svona öryggisventill í þinginu ef það er ekkert verið að veita neitt samráð, að þá geti þingmenn líka keyrt mál í þjóðaratkvæðagreiðslur. En þið eru þá að sjá fyrir ykkur að hlutur forsetans er allt annað en það hefur verið í þessum tillögum ykkar. Sannlega, við ákvaðum að leita fyrirmynda til Sviss, þar sem að kerfið er þannig að þingið að það kýs forseta úr röðum ráðherra einu sinni ári. Og forseti hefur í rauninni ekki nein meiri völd heldur en aðri ráðherrar. Hann er þeim völdum sem að forsetin hefur núna, þeim er þá
dreift annað en forsetinn að hann sko telur þetta mikilvægt að það þurfi einhvern til að klippa og borða og halda ræður en við sjáum þá frekar fyrir okkur að forseti yrði þá bara ráðherra kjörinn til eins árs í senn sem forseti sem myndi gegna þessu serimóníal hlutverki og þetta það sem gert í Sviss við leitum fordæmis Þú ert þetta á svissneskum ættum sjálf Já, þetta er einhver áhrif það Já, en þið sem sagt gefið ekki mikið fyrir þá það að forsetinn sé áfram þessi öryggisventil sem að menn hafa verið að tala Þessi öryggisventil er bara færður til þjóðarinnar Hann er bara færður og það er bara fast mótað ferli og við talum mikið, það er mikið rætt þessu undirskriftasafninu þessi ekki nógu pottþéttur og svoleiðis og leggjum bara til að þessi búið til ferli af opinbera sem skýrt og gagnsætt allir nota bara sem viðurkennda ferli til að safna undirskriftum og það sé bara pottitt ferli og síðan bara ef 8% vilja setja mál það er þá bara öryggisventillin þjóðinni en ekki og að því að hugmyndafræði öldunur er náttúrulega að færa völdin til fólksins en ekki þjappa þeim saman og það að vera með svona mikil völd hjá einni manneski fannst okkur bara ekki eins lýðræðislegt eins og að færa það bara út sko. En hérna þið eru líka á því að það þurfa að halda stjórnlagaþing reglulega Við teljum að það eigi bara að vera fast stjórnlagaþing á 20 ára fresti það sem er bara farið yfir og það er bara það annarkvort persónukjörið eða slembi valið stjórnlagaþing sem að myndi það bara fara yfir stjórnarskrána svipa á stjórnlagaráður gera núna og leiði til tillögur sem að væri síðan kosið í þjóðaratkvæðagreiðslu og í sambandi við það þá teljum við náttúrulega mjög mikilvægt þessi kosið hverju staka grein en ekki pakkan í heild því það veldur svo miklu vandræðum í kosningunni þegar þú ert á móti einu atriði mjög hart þá fellur allan pakkan þannig að það verður einhvern veginn að vera hægt að kjósa og það væri náttúrulega kannski besta aðferðin segjum nú að svo ólíklega viljið til að tillögu stjórnlagaráðs færi í atkvæðagreiðslu hjá þjóðinni að þá væri það náttúrulega besta aðferðin að það yrði bara hakka við hverju grein fyrir sig eins og er þekkt í mörgum öðrum ríkjum sem er kosið samhliða öðrum kosningum ýmsa greinar í fylkjum og þess allar sko. En það er einnig eitt sem að mér finnst áhugavert hjá félaginu ykkar og það hefur verið það frá upphafi það er að þið eru að horfa í lýðræði í fyrirtækjum og við erum náttúrulega með þetta í þessu kapítalíska hagkerfi og það er kannski sem að svona stjórnar lífi okkar markaðurinn og hann er kannski ekkert óbúslega lýðræðislegur Nei, hann hefur bara bókstaflega verið undan skilin leikreglum með lýðræðisins frá upphafi og við bara skiljum ekki ennþá af hverju það er og viljum að því sé breytt og fyrirtæki lúti bara lýðræðislegum reglum og þar sé bara eitt atkvæða mann eins og annar staðar að það sé ekki sem sagt það magn peninga sem þú hefur undir höndum sem að ræður atkvæðavæðinu heldur bara manneskjan sem slík og leggjum það til sem eina af tillögunum að bara öll fyrirtæki og allar stofnanir lúti þessum reglum það er ekkit Og byrju, hægt að koma því inn í stjórnarskrá með einhverjum hætti? Jú, það er ekki bara eins og hvað annað stjórnarskrá er æðsta skjal og regluverkið Það er einhvern veginn sko hugmyndin hefur verið svo að markaðurinn í hérna og stjórnmálum séu þarna en ef við skoðum sig að það er raun og veru þá er það þvílíkt samtengt sko og mér skilst nú að í þessu plaggi sem að stjórnlagaráður er falið að þá er mjög lítið sem að stjórnlagaráður er falið að fjallum einmitt þann hluta valdið sem er í hagkerfinu og fylgir peningunum þeir eru aðalega mitt að fjalla hitt sko. Nákvæmlega. En það er eins og markaðurins undanskynja en það er náttúrulega mikið vald þar hefur verið í raunverulega vald og við telum náttúrulega mjög mikilvægt að því sé jafnað og því breytt og lúti bara lýðræðislegum reglum eins og annað við kallum þetta lýðræðisríki en undanskiljum stærsta hlutan leikreglum En þetta er sem sagt hugmyndir ekki að ganga út af það að valdið sé fært til fólksins að þetta sé með opið lýðræði Það er markmið félagsins, það er að færa valdið til fólksins í miklu ríkar mæli heldur núna. Við teljum mjög mikilvægt einmitt að í þessari endurskoðun og stjórnarskráni sem á sér stað núna að þá verði komið inn ákvæðum sem að heimili það að valdið sé fært til fólksins að Alþingi geti framsalið völdum til almennings sem að það getur ekki núna. Og til allar tillögur stjórnlagaráðs eða stjórnlagaþings eða hvað sem þetta myndi heita að þær eru í rauninni bara ráðgefandi þessi samkundur hafa engin völd og það er mjög mikilvægt að breyta því að fá svona sterkari útgáfu af lýðræði inn núna við heldum að það sé afskaplega mikilvægt Ég þakka ykkur bara kærlega fyrir að koma í þáttin það er hægt að skoða þessar tillögur ykkar á vefnum, er það ekki? Og líka á stjórnlagaráði já, en þið eru með
hvað heitir ég, þetta er langt að segja. Lýðræði.wordpress.com Lýðræði.wordpress.com, menn muna það alveg, já. Kristinn og Íris, takk ykkur fyrir að koma í þáttinn. Við klárum þetta svo að tala við hann Eirík Bergmann um nýja bók sem hann var að skrifa.